Það hvernig bara voru þessi 6 mánuðir út í Grikklandi? Já, þeir voru áhugaverðir. En eins og við töluðum áðan þá átti ég 6 mánuði eftir í Pólandi og þurfti að finna lausn og var ekki að spila og þetta kom upp og ég ákvað að taka þetta og bara gekk að landa og allt það, en gekk kannski ekki alltaf vel, en bara sáttur. Svo segir liðið fjall, en þú veist, ertu ánægður að hafa tekið þetta skref? Já, maður veit aldrei fyrir, en það var svona, þetta kom upp, mér langaði að finna lið til að spila, þeir vildu spila mér og þannig ég bara þurfti að taka ákvörðun endan hvort að þetta væri rétt eða ekki, en bara gekk að fá að prófa þetta og bara gekk vel í byrjun og svo var þetta smá svona, ég vissi alveg hvað ég var að fara út í, þannig að já, en ég ætla ekki að sjá eftir henni, sko. Eitthvað sem kom að vera óvart þarna í Grikklandi? Nei, ég talaði við strákar sem hafa spilað þarna úti og þeir gáðu mig góða mynd af hvernig þetta væri og við hverju ég ætti að búast við, þannig að þetta var svona smá það sem ég bjóst við og allt það, sko. Bara þegar þú varst að fara frá Pólandi, fannstu bara að væri komið bara að endastöðu bara þar? Já, þetta var smá svona leiðilegur skilnaður milli okkar, þar sem, já, það kemur ný þjálfari, við eigum bara góðan fund og ég finn fyrir miklu trú á mér og ég trú á honum og ég spila byrja fyrstu 5-6 leikina. Já, og svo kemur tilboðið mig og frá Belgíu og bara ég var mjög, ég vil ekki að segja ég var spenntur fyrir þetta var svona gott tilboð, góð deild og betri deild en pólskdeildin. Og það fer ekki í gegn og ég svo sem bara var að spila alla leiki og ekkert mál með það og svo þetta gerist í miðri viku. Svo næstu helgi þá var leikur og þá var ég á bekknum og ég held að það væri eitthvað svona tengt því eitthvað svona. Svo sit ég bara á bekknum í 13 leiki, spila 5 mínútur held ég og þá var ég smá sár út í það og átti 6 mánuði eftir og ég held að þeir ætla ekki að framleikja við mig og þá langaði mig bara að finna lausn eins fljótt og fór á fullu vinn í það og fekk 2 kosti, sem sagt Grikkland og eitt annað og ég var alveg spenntur fyrir einu en það gekk ekki í gegn og þá var þetta bara á ég að taka þetta ekki og enda síðan á að fara til Grikklands í 5-6 mánuði. Þegar þú ert bara settur svona eins og út í kuldan þarna, þú veist, fara einhverjar skýringar á því? Nei, ég talaði nú mjög oft við hann en svona erfitt að þetta þjálfari, það ofta erfitt að vera, ég ætla nú ekki að segja hann hafi ekki verið hreinskilinn við mig, en það var bara strákur sem var að spila á undan mér og bara trullu góður, sko. Hann var bara 22 ára á láni frá Dinamo Zagreb og þau kaupa síðan og ég ætla ekki að fara, eða svona ég er bara mjög fer ef ég sé hann er bara mjög góður og hann er yngri en ég og miklu meiri sölu og allt þetta, þá ætla ég ekki að fara að rífast það, sko. Hvað tekur bara við næstu þér, núna samningslaus? Ég er bara að bíða, ég ætla að sjá hvað kemur, bara spenntur og kom með nokkur svona, aðeins að koma með smá svona einhverju hluti að gerast í kringum mig og það bara, ég veit að geta ekki aðeins lengri tíma núna út af HM en bara að bíða og sjá hvað kemur og já, bara reyna að vera jákvæður og þolinmóður, sko. Einhverja þreifingar í gangi, þú veist, ætlu að gefa upp einhver lönd sem þú ert? Nei, sko, mér leið rosalega vel í Pólandi og það var svona landi sem mér hvað leiði best á mínu ferli, þannig að mér langar. Það væri svona ideal fyrir mig að komast aftur þangað. Lífið vel í Pólandi, en þú veist, veistu eitthvað, gefur þessu einhvern tímaramma eða eitthvað þannig, ertu bara pollrólegur? Nei, ég ætla ekki að segja þessi pollrólegur, en já, við erum bara ég er með umboðsmann sem er með mér í þessu og bara, ég veit að það tekur líka bara, ég er 31, þetta tekur tíma, ég er ekki 22 ára einhver gæði skilur, þannig að það tekur bara tíma og vonandi kemur eitthvað sem ég sátt með.